10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Nógur tími. Tal. Svona á samband. Sigur Óli Kristjánsson. 1-0 sigur í dag. Þið þurftu nú heldur betur að hafa fyrir hlutunum. Já, við vorum betri náttúrulega fannst mér en við vorum ekki samfærandi í dag. Í fyrri hálfleik var Afturelding hreinlega á bara löngu köflum meira með boltann og virtu stjórnarleiknum. Við vorum kannski heppin að þær nýttu sér ekkert af því. Já, mér fannst það betri í fyrri hálfleik og við tölum það í hálfleik að við þurftum að taka verulega á þessu hérna í seinni hálfleik. En í seinni hálfleik þá í sjálfu sér það er ekki skot á markið, held ég ekki, nema einhver langskot, en það er rétt hjá þér, fyrri hálfleikurinn var betri á þeim og það er áhyggjarni, við skiljum ekki vera búin að taka betur á þessu í fyrri hálfleik, það var svekkjandi. Við hefðum náttúrulega með smá heppni geta sett fleiri mörk þetta á undir lok leiksins. Já, sko, 2-3 marka sigur held ég ekki ósanngjarnt, en þær eru sterkar og góðar þessar stelpur og ég held að þær eigi eftir að veita þeim skrávifu hana í næstu leikjum, næstu liðum. Það eigi eftir að býta frá sér? Já, með fölskum og öllu. Móli, en allavega sigur í dag og toppsæti er okkar og nú styttist og er ekkert komið skjált í menn. Nei, næsti leikur er á móti IBVA fyrir viku og það er bara eins og alltaf, það er 3 stig í boði og lengra hugsaum við ekki, það er bara næsti leikur og annað er gjörsamlega ekki að tala og ég mun aldrei tala það. Móli, en allavega þetta var góður sigur í dag og 3 stigin eru fín og við erum á toppnum og bara til hamingju daginn. Já, sammála, það er 3 stig í dag og við erum bara æðislega glöð fyrir því. Takk fyrir. Lára Einarsdóttir og Aldís Marta Sigurðardóttir. Stelpur, þið fenguð að finna fyrir í dag. Það var erfitt að hafa og þurfti að hafa mikið fyrir þessum 3 stigum sem komu í hús. Já, þetta var mjög erfið leikur. Þetta var mikill baráttuleikur þar sem að Afturelding er að berjast fyrir lífi sinni í deildinni og það gáði náttúrulega bara allt í þetta og þetta var þessum mjög erfið leikur. Þær voru einfallega í fyrri hálfleik, þær voru meira með boltan og virtu stjórnarleiknum á löngu köflum. Já, það var bara eins og vorum í tilbúinu leikinu fyrri en svo var þetta allt annað í seinni hálfleik. En þið gertu ykkur í bróki í seinni hálfleik og komu sterkar tilbaka? Já, við ákveðum það bara inn í klefi í hálfleik að þetta var ekki nóg gott og ákveðum bara að koma mun betri í seinni hálfleikin og við þurftum alltaf að vinna þessi stig hérna. Þannig að þið hafið ákveðið að sýna hvað ykkur býr? Já, algjörlega. Var þetta ekki bara ljúft samt og eiginlega gaman að þeirra í stíðum koma svona og menn þurfa að hafa svona ekstra mikið frí, er það ekki bara líka ljúft? Jú, við ætlum að vinna og gerum það, þannig að 3 stig, kekja. En þetta var aldrei sem að rýnda okkur upp að það var ekkert að trufla ykkur? Svolítið í byrjun en svo kom þetta bara. Er þetta ekki bara samt fín áskorun að fá svona helli dembu af og til? Jú, fínt að æfa sig bara í rigningunni, þótt það verið smá stress í byrjun. Þannig að það er búið þannig að þið vitið hvernig þetta er? Já. Stelpur til hamingju og fari inn í klefa og njótið. Já, takk.